Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Við ætlum að halda ferð okkar landið áfram. Við vorum á Vesturlandi í síðustu viku, nú er komið á Norðurlandi. Fyrsti áfangastaður er Sauðárkrókur. Þar ætlum við að hverfa aftur til Sturlunga aldar, 1238, sýndarveruleikasafnið. Gjörðu svo vel. Segja má að í Skagafirði sé saga undir hverjum steini og Skagfirðingar hafa verið duglegir í gegnum tíðina að heiðra upprunann og gera forfeðrum sínum hátt undir höfði. Eitt er þó að segja frá með blik í auga, en annað er að bókstaflega bjóða fólki að taka þátt í sögunni með nýjustu tækni. Þannig er það á nýopnari sögusýningu 1238 Orustanum Ísland, eða upp á ensku The Battle of Iceland. 1238, nafn sýningarinnar, er tilvísun í árið sem fjölmennasti bardagi Íslands sögunar, Örlygsstaðabardagi, átti sér stað þann 21. ágúst. Þá kannski laust þessum fylkingum saman í kannski fyrsta skiptið og á mjög örlagaríkan hátt og sem að þetta hafði svo áhrif á gang sögunar allt eftir það, sko. Þannig að og þess vegna er hann kannski valinn líka sem svona okkar áherslu atriði. Það er auðvitað féll Sturla Sighvatsson sem var manna fríðastur og mesta hetjan á landinu á þessum tíma og hann féll hann í þessum bardaga ásamt föður sínum og bræðrum og þótti mikill skaði af því og svo auðvitað gengur svolítið áframhaldið af sögunni og þessu út á hefndir og svo framvegis. En það auðvitað var þessum atburðum svolítið svona fjarstýrt af Noregskonungi sem var að nota þessa höfðingja hér á Íslandi til þess að komast til valda og vinna landið undir sig, Ísland undir sig. Í lok Sturlungaaldar náttúrulega mistum við sjálfstæðið og sem við fengum ekki aftur fyrir 100 árum, 101 ári. Helgi Sæmundur Guðmundsson, tæknistjóri sýningarinnar, tók á móti okkur innst í safninu þar sem ég fékk að stíga nærri því 800 ár aftur í tímann og berjast með Sturlungum í Örlygsstaðabardaga. Ég er nýbúin að prófa sýndarveruleikann, taka þátt í Örlygsstaðabardaga. Já, barðist mjög vel. Já, takk. Ekki mál. Ég lagði mig fram. En þetta er eiginlega alveg bara ótrúlegt. Já. Þú veist, þetta er það raunverulegt, maður býst ekki alveg endilega við því, sko. Nei, fólki bregður alveg stundum, sko. Og áður en ég kom inn í þetta hafði ég prófað nokkrum sinnum, nokkra leiki og Everest, sama fyrirtæki gerði Everest upplifunina. Og en mér fannst ekkert einhvern veginn eins og þetta, sko. Þetta er alveg, bæði saga, þú fær sögu og svo ferðu, á Miklabæ þar sem allt gerðist og þar allt umhverfið fjöllin og svona skannað inn, sko. Þannig að ef þú ert af svæðinu þá kannastu strax við því, sko. Og svo er þessi bardagi sem er alveg spooky, spennandi. Já, það allt í einu kemur bara herflokkur ríðandi þarna á mótsemanni. Já. Og maður á bara að tína upp steina og spjót og reyna að bjarga sínum manni. Gera eitthvað, bjarga á Sturlu. Já. Elsku kallinn. Elsku kallinn, það fór ekki vel fyrir honum. En þetta er samt, hvernig er það? Er fólk á öllum aldri að prófa þetta? Já, algjörlega, sko. Þetta er alveg fyrir alla. Við höfum verið með alveg pínulitla krakka, töluvert eldra fólk. Og hvernig finnst þeim? Bara geggjað, sko. Þetta er við erum með svona safe mode sem minnkar aðeins svona intensity í bardagann, sko. Já, ok. En þetta er spennandi en þetta er samt mjög viðráðanlegt, sko. Já, en þetta gerir svolítið raunverulegt að maður fær alveg svona víbring þegar að kasta í mann steini og algjörlega. Það kemur alveg svolítið óvart. Algjörlega. Og þetta er vel, leikurinn er vel gerður, sko. Fyrirtæki sem heitir RFX sem gerði leikinn, eða upplifunina og vel hljóðsett og lúkka vel og maður finnur fyrir þessu, sko. Þáttakan í bardaganum er ekki aldeilis það eina sem hægt er að upplifa á sýningunni. Og eins er hægt bara að lesa eins og hefðbundnu sýningu alls konar texta og fræðast hvað var að gerast á Íslandi á þessum tíma og af hverju verður þessi borgarastyrjöld sem að virkilega geisaði á Sturlungaöld. Við fáum leiðsögn sýninguna frá Svanhildi. Hér fær maður innsýn inn í lífsögu hetjana úr Sturlungasögu, hvernig bjó fólkið, hvers konar fólk var þetta og hvernig fléttaðist það inn í söguna.
Ýmsir listamenn, bæði heimafólk og erlendir, hafa sett svip sinn á sýninguna með fallegum munum sem eru gerðir eftir lýsingum í sögunum og því sem hægt að gera sér í hugarlund að höfðingjar Sturlungaaldar hafi átt. Hérna inni snýst þetta meira upplifun. Hlusta og horfa og taka einhvern veginn inn. Já, tónlistin er mjög áþreifanleg. Já, hún það eiginlega. En þetta er náttúrulega texti sem var saminn 1208 af Kolbeini Tumassoni sem dó í Víðinesbardaga. Það í rauninni heitir það augmented reality. Þá ertu með borð fyrir framan þig af Húnaflóa og horfir á þig gegnum iPad og þar getur þú séð þennan Húnaflóa bardaga eiga sér stað. iPadin býr til skipin og bardagan og nokkra effekta, ský og steina og eld og svoleiðis. Já, þar er maður líka þátttakandi, og getur skotið steinum og eldi á milli skipa. Það er ekki bara saga í sýningunni sjálfri, en húsnæðið er líka merkilegt. Sýningin er í gamla mjólkursamlaginu og upplýsingamiðstöð ferðamanna, lítil verslun og veitingahúsið Grána Bistró er í gamla kaupfélagshúsinu Gránu sem var byggt árið 1904. Þetta er sögufrægar byggingar sem búið að taka hérna í gegn með miklu myndarskap og það var held ég annarkvort að gera það bara að taka þér verulega í gegn eða jafna við jörðið eitthvað því að þetta var alltaf bara búin að vera þau eru búin að vera í niðurslu mjög lengi þessi hús þannig að það var komið tími til að gera eitthvað fyrir þau. Já, og nýta þau á skemmtilegan hátt, já. Algjörlega. Og svo erum við veitingastað og kaffihús hérna í Gránu. Já, við erum hérna með svona bistró, kallaða Grána Bistró og hérna ætlum við að bjóða fólki upp á svona léttar veitingar úr héraði. Ég og við erum mikið áhuga fólk það að nýta það sem við getum hérna úr héraðinu, úr skaffísku matarkistunni og erum að bjóða hérna upp á vefjur til dæmis sem eru framleiddar í Sauðárkróksbakarí en við bökum hérna á Hellu. Og svo erum við með inn í þeim rækjur, heitirikta bleikju, lamb, grænmeti og salat frá Laugamýri og svo framvegis. Þannig að við erum að reyna að notfæra okkur allt sem við mögulega getum fengið hérna í héraði til þess að gera skemmtilegan og góðan mat. Og svo er þetta líka kaffihús, þannig að við erum með alls konar kökur og kruðir í, eitthvað gott að fá sér. Það er hægt að fá eitthvað sætt líka. Já, algjörlega. Og svo erum við líka að bjóða upp á safa eða djúsa og búst, bara pressa á staðnum. Þannig að þetta er svona aðeins nýjung í flóruna hérna á Króknum. Hægt er að kaupa sér árskort á sögusýninguna á sanngjörnu verði. Þannig að heimamenn og fleiri geta gert sér tíðarferðir á 1238. Æfingin skapar líka meistarann í sýndarveruleika bardaganum, svo það er að gera að mæta reglulega í þjálfun í steinkasti. Okkur langar til þess að fólk sé stolt af þessum stað, bæði að bara gæða þetta sýningunni fyrst og fremst, en líka að hér sé hægt að koma og fá og gera vel við sig og hafa það notalegt. Næst ætlum við að halda alla leið út í Grímsey og fyrir ykkur sem ekki komið þangað, þá hvet ég ykkur til þess að gera það sem fyrst. Því sem eru ekki alveg seld, þá hvet ég ykkur til þess að horfa á næsta yrðslag. Það er alltaf Halla að taka okkur í ævintýraferð eyjuna. Halla Ingólfsdóttir, eigandi Arctic Trip, tók vel á mót okkur á flugvellinum í Grímsey þegar við stigum út úr flugvél Norland Air sem flogið með okkur út í eyju frá Akureyri. Við tók sannkölluð ævintýraferð þar sem Halla ferðaðist með okkur eyjuna og sýndi okkur það helsta sem Grímsey hefur upp á bjóða. Leiðsögnin endaði síðan með því að við stigum upp í bát og sigldum hringinn í kringum Grímsey og það er óhætt að segja að sú ferð hafi verið hverrar mínútu virði og vel rúmlega það. Halla, væri til í að segja okkur aðeins, hvar erum við núna? Hvar erum við? Já. Nú erum við komin austur fyrir eyjuna, eða austanverða eyjuna, þar sem er bara endalaus bjarg hérna og fugl eins og þú sérð. Þetta er austurhliðin af eyjunni. Hvað heldur þú að hafa komið oft hingað? Hingað? Já. Það er ykkur 100 skipti en ég fer aldrei nógu oft hingað. Nei. Og ef ég frétta að eitthvað að fara að báta, ef mér stendur til boða að fara með, þá fer ég. Já. Ég sleppi því aldrei og mér finnst engin ferð vera líka annarri, sko. Þetta er alltaf
Það er alltaf eitthvað nýtt. Það er alltaf eitthvað nýtt og alltaf jafn mikil upplifun. Ertu að fara með marga hópa í siglingar kringum eyjuna? Það hefur verið, en það hefur verið líka náttúrulega háð veðri líka með það. Það hefur verið mikil eftirspurn eftir því. En veðrið er ekkert alltaf jafn mikið hliðholt mér eins og ég hefði viljað. En jú, það er búið að fara, þó nokkur hópar hafa farið í hring. Og það er margt hægt að gera á svona ferð? Svona ferð, já. Og það er mjög algengt að fólki finnst mjög gaman að reyna að ná myndum af fuglunum á sjónum. Og svo ef það er beðið það, þá er líka hægt að stoppa og renna fyrir fisk aðeins. Það eru margir fuglar í loftinu núna, þeir voru ennþá fleiri þetta rétt áðan, en samt fannst mér eins og það væri enginn farinn úr eyjunni. Já, ég veit það. Já, ég sæti ennþá bara hellingur í bjarginu. Já, þetta er ótrúlega fjöldi. Þetta er bara fuglaparadís hérna. Þetta segja ofta að þetta sé bara eyja fuglana. Þeir stjórna hérna ásamt náttúrunni og veðrinu. En þitt fyrirtæki, Arctic Trip, ef þú segir okkur aðeins frá því fyrirtæki? Ég stofnaði það eiginlega bara til þess að skapa mér atvinnu hérna og líka vegna þess að ég fann að það var orðin eftirspurn eftir meiri afþreyingu. Það hefur verið boðið upp á leiðsagnir hérna í mörg ár og ég fann að það var komið kannski tími á að pröfa að auka úrvalið og þetta er 3. árið og það er alltaf aukning og mjög spennandi. Og hvers konar ferðir ertu þá helst að fara? Ég er með leiðsagnir og svo höfum við verið að bjóða upp á bátsferðir, hringir í kringum eyjuna og sjóstöng. Svo höfum við verið með að snorkla og kafa. Þannig að þetta er það er aðalega sem er í boði. Svo eru líka einhverja ferðir inn í eyju, eða ekki? Jó, ég er með leiðsagnir í Grímsey og það er bæði hægt að panta þá bara með ferjunni. Þá er bara allt innifælið, þá bara kemur bara og ég tek á móti hópnum bara þegar ferjan stoppar. Er með þeim meira og minna þangað til að ferjan fer aftur 4 til 5 tímum seinna. Og þá erum við að ganga aðalega og komum við á veitingastaðnum og fáum okkur að borða og kíkjum svo í gallerí í kaffi. En þú ert ekki fædd hérna í Grímsey? Nei, ég vildi geta sagt já, en þá er ég bara að ljúga. En mér finnst þessi staður bara dásamlegur í alla staði. Þú vilt hvergi annars staðar vera en hér? Nei, helst ekki. Og vonandi get ég í framtíðinni bara verið hérna allt árið. Haft atvinnu af því og verið hérna allt árið, það er minn draumur. Við skuldum smá auglýsingahlé og hér er fínn tími til þess að taka þær út en við höldum áfram ferðalaginu eftir þær. Næst ætlum við að halda á Svalbarðsströnd. Þar eru komið líka þessi fínu Vaðlaheiðargöng. En maður má ekki gleyma því að það eru margar perlur sem felast á leiðinni ef maður tekur ekki göngin. Ein af þeim er safnasafnið og það fer nú ekki fram hjá manni. Þar stendur ríflega 5 metra hár safnvörður og tekur á móti manni. Þetta er safnasafnið á Svalbarðsströnd. Það vekur eftirtekt þegar ekið er eftir þjóðveginum og þegar inn er komið taka við björt rými þar sem njóta má listsýninga eftir lærða og leika listamenn, þar sem flétta saman nútímalist, alþýðulist og handverk og hérna er merkilegt brúðusafn, góður bókakostur og gömul verslun. Alþýðulist leikur aðal hlutverkið í safnasafninu. Níels Hafstein segir hægt að útskýra hugtakið alþýðulist í löngu máli en hérna er stuttasvarið. Alþýðulist er trúlega sá partur af myndlistinni sem er búið til í heimabyggð eða svona tiltölulega þröngu samfélagi. Þar sem fólk hefur ekki mikil viðmið. Þetta var reyndar svolítið breyst með sjónvarpi og neti. En undir þessar skilgreiningu fellur kannski fólk sem leita sér ekki fræðslu eða menntunar á þessu sviði. Hversu stórt safn er þetta? Í fermetrum er þetta samtals 980 fermetrar, þú vilt vita það, og síðan er þetta nokkri sýningarsalir, bókasafn og geymslur og fjargeymslur og listaverkaeignin, hún vex hröðum skrefum. Það er svona, ætla að sé ekki 14.000 verk í grunndeildinni. Það skiptast á 2 stofur og síðan er meðal annars og síðan er upp á svona cirka 120.000 verk eftir einn mann sem við fengum fyrir nokkrum árum að gjöf. Það hefur verið varðveitt. Þannig að þetta er safn. Já, og svo líka náttúrulega því við erum með ýmis sérsöfn inn í þessu safni. Eins og erum við textíldeild og gamla verslun og svo er það
Svo það brúðursafn sem að tengist inn í alþjóðlistina líka. Margt af því er búið til jafnvel í svona þröngum kreðsum, jafnvel í Afríku og Austurlöndum fjær. Níels segir að árlega berist safninu fjöldi muna, ekki sé hægt að taka við öllum verkum. Við tökum við ef það tengt alþjóðlist og jafnvel líka nútímalist. Og síðan hefur það gerst vegna búðarinnar hérna uppi sem Verslun Ásgeirs G. Gunnlaugsson í Reykjavík. Svona með smá breytingum hefur orðið að til dæmis í fyrra þá tókum við stóru safni af ylvatnsglösum að þau pössuðu inn í þessa verslun. Þetta voru eitthvað 250 glös sem til sýnis núna uppi og þetta mjög skrautlegt í lagin og litríkt og tappaður oft eins og litli skúlptúrar og meðan annars eitt stykki eftir Picasso. Eitthvað hægt að skilgreina hvað einkennir alþýðulist? Það svona, já, þetta tekníkin kannski barnsleg og svona sjálfsbrottin og svolítið framhleypin menn oft tíðum, sumir vanda sig ekki, aðrir gera það. Efnið getur verið hvað sem er. Fólk kaupir yfirleitt ekki dýra striga og rammarinn, heldur þetta svona frekar í grófari kantir oft tíðum. En þetta fennur svolítið eftir því hvers konar alþýðlistamaður að ræða því að þeir geta verið, þeir eru einu 7-8 flokkum og einn flokkurinn fjallar fólk sem tekur viðbragð við samfélag sínu, einhverjum áföllum eða veikindum og þess áttar og þá verður þetta allt í grófara lagi. Níels segir að allskyns fólk heimsæki safnasafnið og það skipt sýningar á hverju ári. En hvernig verður sumarið í safnasafninu? Nú veit ég ekki, nú þetta að koma í ljós svolítið sérstakt ástand út af Vaðlaheiðargöngunum. Það það að þau eru svo leiðin út þetta svo illa merkt. Hérna við komið fullt af fólki sem komið bara upp að gána minnum og þarf annarkvæmt að bakka eða snúa við eða halda áfram og koma tilbaka. Þannig að ef þetta lagað þá ætti það nú að svo sem að lagast. En svo annað sem í gangi, það Norðurstrandarleið og hún verður opnuð með pomp og prakt hérna 8. júní, þá verður þetta miðpunktur á þessu svæði og þá voru það yfirleitt erlenda ferðaskrifstofur sem að skipuleggja ferðir þá út með ströndinni og vilja losna við hraða umferðarinnar á aðalbrautinni. Hvernig stendur á því að þið eru með brúðursafn? Það svolítið sérkennilegt að það var þannig að kona mín var í Kolaportinu sem oftar, hún var að kaupa þá textíl og þá koma þarna systkini, reyndafræg systkini, Jóhanna Kristjánsdóttir og Bragi Kristjánsson og að selja brúðursafn móður þeirra. Jóhanna hafði verið dugleg að afla þeirra á ferðu sínum erlendis og Bragi sjálfsagt líka og fleira fólk í fjölskyldunni. Og þetta voru 90 stykki og þetta voru fallega brúður og Magnús féll fyrir þessu og keypti þetta fyrir ekkert mjög mikið pening. Og meðan hún var að greiða þetta þá var bankað í öxlina á henni, kona frá Akranesi og sagði má ekki senda þér nokkra kassa. Þannig að þetta rúllaði svona af stað. En þetta hefur náttúrulega komið þannig út að þetta svona mjög jákvætt fyrirbæri í safningninni vegna þess að útlendingar til dæmis að þeir fara þannig inn í stofuna og þá gera það athugasemdir ef þeirra land vantar þarna inn eða þá þeir gera athugasemdir við það að þarna skuli ein þjóð vera við hliðina á annarri sem eru kannski söpsáttar og þá það kom fyrir mér að koma alveg titrandri fram í andir og vilja að þetta sé leiðrétt. Þannig að, og svo þetta margt fallegu textíl og sumt af þessu búið til svona af einhverjum vanefnum en þó einhverjum nista. Það eitthvað í þessu sem að hillar þá sem skoða. Það getur verið vandaverk að halda á til lifandi safni. Þess vegna þarf sjálfsgagnrýni að vera stöðug. Þetta náttúrulega, maður alltaf að kritisera sjálfa sig og það sem í þessu safni og finna einhverjum hnökra til þess að laga þá. En safnið náttúrulega sjálft hefur byggst upp á vilja og hugsjón og ástríðu og launalausu starfi okkar tveggja alveg frá upphafi. Og síðan með góðri aðstoð velunnara og stjórnarmanna. Og þannig getum við haldið þessu á floti en því ekki að leyna að það vantar fyrir reksturinn því að
til þess að geta sinnt eigninni betur þyrfti að vera með 10 starfsmenn. 3 í skráningu og svo formvörður og kynningafulltrúar og svo framvegis eins og við erum söfnum. En hingað eru sem sé allir hjartanlega velkomin? Já, þeir eru það. Bæði núna og svo seinna þegar við erum búin að byggja við. Mér finnst alltaf jafn ánægilegt þegar ég heyra því að gamlir hlutir fái nýtt líf. Og það gerist einmitt á Hofsósi þegar gömlu kirkjubekkirnir voru teknir og í staðinn fyrir að leyfa þeim að grotna niður voru settir á fallega útsýnistaði. Við ætlum að kíkja á bláu bekkina á Hofsósi næst. Á rölti bæinn Hofsós á Höfðaströnd er erfitt að komast hjá því að taka eftir fagurbláum trébekkjum með krossi á hliðinni. Bekkirnir eru merktir fóstrum sínum og vegfarendum boðið að fá sér sæti. En hver er sagan á bakvið þessa bekki? Steini og Gurrí, nú setjið þið á þessum fallega bláa bekk. Hvaðan kemur hann? Þetta kemur úr kirkjunni hérna. Við lágu eiginlega bara undir skemmdum og okkur langaði bara til þess að gera eitthvað með þá. Kirkjan á Hofsósi varð fyrir miklum vatnsskemmdum árið 2008 og skipta þurfti bæði gólf og kirkjubekki. Og þegar ég kem inn í sóknarnefnd 2010 þá er nýbúið að græja kirkjuna og gera hana fína aftur eftir það. Og þá voru komin stólar í staðinn fyrir bekkina. Þannig að okkar beið það verkefni að ákveða hvað ætti að verða bekkina. Og þeir voru góðir í geymslu þannig að það lá nú ekkert á. En svo kom fólk að máliði okkur og spurði hvort það geti fengið að kaupa bekki. Og það var tekið fyrir á aðalsafnaðarfundi og ákveðið að selja þá bara eða leyfa fólki að fá bekki. Og auglýsa bara, allir getur fengið bekk og styrt kirkjuna á móti og þeir bara ruku út og eru núna að prýða allt. Finnst ykkur ekki bara verið nokkuð góðum höndum og notum? Ég er mjög ánægð með þetta, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Kirkjan er svona búin að dreifa sér út allt. Steini og Gurrí eru brottfluttir hofsósingar sem eyða yfirleitt sumrinu á staðnum og hafa ætíð sterkar taugar heim. Þetta setur svolítið svip á bæinn. Já, okkur finnst rosalega gaman að þessu. Við náttúrulega erum fædd hérna uppalinn og þetta er svona, við höfum svona taugar í að gera eitthvað og okkur finnst þetta skemmtilegt. Já, svo var nú karlfaðir minn smíðaði þessar bekki ásamt öðrum hérna á sínum tíma í kirkjunni, þannig að það er svolítið gaman að því líka. Já. Og við bræðurnir höfum svona taugar til þeirra svolítið. Já, svona kirkjubekkir, þetta er ekkert venjuleg bekkir, fólk kannski tengir þetta einhverjum minningum eða slíku. Já, það er það. Mér finnst þetta mjög merkilegt. Mér finnst að kirkjubekkir, þetta er náttúrulega kannski verið aldrei neitt rosalega gott að setja í þessu. Manni fannst það ekkert endilega, skilurðu. Og maður svona kallaði þetta stundum bara píningabekkina ef manni leiddist í kirkjum. Ekki píningabekkur lengur? Nei, ekki lengur. Nú er þetta bara til þess að hafa gaman að og geta tyllt sér og horft út á sjóinn og við höfum fallegt útsýni og Hofsós náttúrulega alveg yndislegu staður. Já, það er gaman að því að fyrir ofan í þessu húsi upp frá bjó gamall maður sem ég þekkti nú vel og fór með honum að sjó oft inn í gamla daga. Hann settist alltaf niður, það var svona tröppur í barðinu og satt og svo var hann að segja mér sögur á sjónum í gamla daga. Þess vegna vildi ég hafa þennan bekk hér, út af því hérna. Kristín hefur á orði að þó einhverjir hefðu saknað bláu bekkjana úr kirkjunni til að byrja með, væru allir ánægðir með það hvernig rættist málinu. Mér finnst þetta frábær hugmynd hjá þeir sem ákvaða að gera þetta svona, leyfa öllum að njóta og tilenga þetta einmitt hornum hofsósingum. Þannig að ég held að þetta hefði ekki getað að fara betur. Og velja kannski einmitt staði sem voru fólki hjartfólgnir. Já, einmitt. Á fallegum útsýnistað í fjörunni má finna annan bekk. Bróðir hans Steina, Björgvin og kona hans Margrét Pétursdóttir fóstra þennan bekk. Björgvin er náttúrulega mikið fyrir sjóinn alveg eins og Steini og hann bara valdi þennan stað og er náttúrulega bara alveg frábær staður hérna niður frá. Hann er mikið notaður þessi bekkur. Já, þetta er töluvert notað af ferðafólki sem sest hérna og horfir yfir höfnina og svona, þannig að það er bara gaman að því. Við eigum með smá húsnæði og tökum þetta inn á veturnar og döndum það að gera þetta upp aftur. Það fer svolítið illa á sumrin. Flagnamálningin og svona, döndum við að laga þetta. Kanntu einhverja sögur að því þegar karlfaðirinn var að smíða bekkina?
Nei, ég man nú ekkert eftir því, sko. Þetta svo langt síðan það var gert að maður bara frétti af því að þeir eru 3 hérna, Guðmundur Steinsson, faðir minn og Níels Hermansson og ég man nú ekki hvers á 3. var. Og Gunnar Stefánsson. Þeir hefðu smíðað þessa bekki og þetta var bara gert svona, já, eiginlega jafnóðum og kirkja var byggð, held ég. Skilst það. Og þið eruð hér fædd og upp alin, en svo eruð þið flutt í Hafnarfjörð. Hvernig, ekki alltaf taugar heim? Jú, það eru miklar. Maður er hérna megnið á sumrun alltaf, sko. Verður hérna í ellinni, held ég bara. Já. Hérna á þessum bekk? Já, á bekknum, sitjum á bekknum, staulumst hérna niður eftir. Jú, við eigum hús hérna og okkur finnst þetta náttúrulega algjört æði, koma og vera og Steini á bát og ég menn, þetta er bara draumur. Gamla dráttarvél sem hann var að gera upp. Já. Við verðum rosalega flott í ellinni hérna. Rúndið á dráttarvélina niður eftir og fá okkur sæti? Já, getum gert það. Þá komum við leið að lokum hjá okkur í þessum þætti og við höfum ekki tíma fyrir meiri yfirferð yfir Norðurlandið í bili. Við ætlum að halda ferðalaginu áfram í næstu viku. Þá ætlum við að vera á Austurlandi, ekki missa því.